Fundur er settur í bæjarstjórn Hornafjarðar, fundur númer 291 og er það 5. dagurinn 11. nóvember 2001. Og ég er hér í forföllum forseta Ásgríms Ingólfssonar, Ásgerði Gylfadóttir og aðrir þeir sem mættir eru á fundin í dag eru Björgvin Óskar Sigurjónsson, Finnur Smári Torfason, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Bryndís Björk Hólmasdóttir, Sæmundur Helgason, bæjarstjóri Matthildur Ásmundardóttir, starfsmaður fundarins er Bryndís Bjarnason og Tjörfi Óskarsson sér útsendingu og upptöku á fundinum. Í dag liggja fyrir 31 mál á dagskrá fundarins, þannig að okkur er ekki til setunar boðið hér. Og fyrst á dagskrá er bæjarráð Hornafjarðar fundur númer 1010. Orðið er laust við þann fund. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þeir sem samþykkja fundargerð bæjarráðs númer 1010 gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Fundur bæjarráðs Hornafjarðar númer 1011. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundamenn. Mig langar til að ræða 7. lið í fundargerð fræðslunefndar sem er undir þessum lið, en þar er fjallað tilnefningar til íslensku menntaverðlaunanna fyrir árið 2021. Og ég er afar stoltur af því að þekkja vel til verðlaunahafa þetta árið. Sem framúrskarandi kennari fékk til dæmis Hanna Rún Eiríksdóttir verðlaun fyrir vinnu sína með fötluðum nemendum, meðal annars í Klettaskóla. Við Hanna Rún erum bekkjarsystkini úr menntaskóla og ég hef fylgst með því hvernig henni hefur vegnað í starfi og allt það lof sem hún hefur fengið á hún fyllilega verðskuldað og skilið, og það væri gagnlegt fyrir okkur öll sem stöndum að menntamálum að skoða hvað hún hefur gert í sínu starfi og við getum mikið lært af Hönnu Rún. En það má með sanni segja ég, og sennilega held ég tali fyrir hönd okkar allra, að við erum að rifna úr stolti yfir þeir viðurkenningu sem okkar góði Vilhjálmur Magnússon og Vöruhúsið fékk í hvatningaverðlaunum íslensku menntaverðlaunanna. Það er auðvitað frábær vinnan hans Villa og þeirra sem hafa notið hans handleiðslu undanfarin 9 ár í Vöruhúsinu og Fablabinu sem er að skila sér í þessum árangri og þessari viðurkenningu. Og mér langar að fá lánuð orð frá honum Vilhjálmi sjálfum, þar sem hann þakkaði fyrir sig á vefsíðu sinni með leyfi forseta. Og hann þakkar fyrir sig og segir það má ekki gleyma því hversu mikla trú og traust sveitafélagið Hornafjörður hefur sýnt Vöruhúsinu. Það er ekki gefins að reka slíka aðstöðu og hvað þá að ráðast í þær endurbætur á húsnæði sem nýlega lauk. Þessi verðlaun eru því einnig sveitafélagsins og þeirra sem hafa veitt verkefninu framgöngu. Og sérstaklega vil ég nefna þátt fræðslustjórans Ragnhildar Jónsdóttur, segir Villi hér, sem lét nýlega á störfum. Ragga eins og hún er gölluð hefur staðið eins og klettur með verkefninu frá upphafi og þökkum við henni fyrir velunni störf. Þetta eru orðin hans Villa. Og ég vil fá að leggja hans út frá þessum góðu orðum frá honum Villa okkar og ég tek undir kveðjur hans til Ragnhildar Jónsdóttur og þakka henni eljusemina og sömuleiðis tek ég undir og þakka Villa fyrir orðin til sveitafélagsins. Það er nefnilega ekki sjálfgefið að lítið sveitafélag eins og okkar haldi úti svona öflugri Fablab-smiðju eða svona vöruhúsi og ég leyfi mér að fullyrða að ekkert annað sveitafélag stendur á sambærilegan hátt að baki svona rekstri. Sem dæmi þá ætti Reykjavík með sína 135.000 íbúa að starfrækja yfir 50 Fablab-smiðjur ef þau vildu vera jafn okkar á Höfn í Hornafirði varðandi rekstur. Og ég fagna því að hugur okkar allra sem nú situr í bæjarstjórn stendur til þess að bæta frekar í starfsemi Vöruhússins eins og kemur fram hérna í fundargerð seinna á fundinum, sem er okkar miðstöðu vettvangur fyrir skapandi hugsun og formlegt og óformlegt nám í nýsköpun, þverfaglega samvinnu og stað þar sem einstaklingar, stofnanir og fyrirtæki geta nýtt aðstöðu fyrir góðar hugmyndir sínar. Og megi Vöruhúsið vera stolt okkar áfram og til hamingju með hvatningaverðlaun. Takk fyrir þetta Sæmundur. Ég held að við getum öll hér tekið bara undir hvert einasta orð sem þú sagðir hér að þetta er algjörlega frábært og við óskum Vilhjálmi og sveitafélaginu
og samfélaginu til hamingju með þessi verðlaun. Vel að því komin. En orðið er laust fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1011 frá 27. október síðastliðnum. Ekki fleiri sem kveðja sér hljóðs, þannig að ég ber fundargerðina undir atkvæði fundarins, þeir sem samþykkja, gera svo gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það bæjarráð Hornafjarðar, fundur númer 1012 frá 2. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs sýnist mér, þannig að ég ber það fundargerð undir atkvæði fundarins, gera svo gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það bæjarráð Hornafjarðar, fundargerð frá fundi númer 1013 frá 9. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þá fundargerð. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, mig langar að tala hérna málefni 12 þar sem er á dagskrá ályktun bæjarráðs Árborgar leikskólamál. Og þessi ályktun frá bæjarráði Árborgar er pakkað inn í fundargerð Samband íslenskra sveitarfélaga með þessum orðum og ég ætla að fá að vitna í texta sem kemur frá stjórn Sambands sveitarfélaga þar sem að sambandið hvetur til þess, með leyfi forseta, að tekna verði upp viðræður milli ríkis og sveitarfélaga fjármögnun leikskóladvalar að fæðingarorlofi loknu. Lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði hefur nú þegar tekið gildi. Fyrir liggur skýrsla starfshóps faglegar kröfur og fjárhagsleg sjónarmið sem taka þurfi tillit til, þar á meðal varðandi mannafla og húsnæðisþörf leikskóla miðað við áætlaða fjölgun leikskólabarna á aldrinum 1 til 2 ára ásamt leiðir til fjármögnunar. Nauðsynleg grunnvinna hefur því þegar verið farið fram sem flýtt getur verið viðræðum með máli milli ríkis og sveitarfélaga. Tilvitnun lýkur. Og nú er það svo að ég hef talað fyrir því undanfarið misseri og á fundum hérna að við myndum stíga það skref að gera leikskólastigi gjaldfrjálst fyrir foreldra. Og ég fært rök fyrir málinu mínu að við erum hvort þið er að borga með öðrum skattstofnum 94%, 93–94% af gjöldunum. Og það er þá skref að hætta að rukka foreldrum leikskólagjöld er ekki stórt skref að taka að mínu mati. En í þessari umleitan minni finnst mér bæjarráð Árborgar og Samband íslenskra sveitarfélaga fara enn betri rök fyrir því að við eigum að stíga það skref til fullnustu að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið. Ég tek undir hvatningu þeirra að tekna verið viðræði við ríkið að það taki þátt í þeim kostnaði sem að því hlýst að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla með aukinni mönnun, húsnæðisþörf og því sem þarf til að brúa þetta bil. En ef ég myndi setja mig í spor ríkisins þá yrði svarið einfalt að ég myndi leggja það til með því að fjármagna á ríkisins hálfu að brúa þetta bil að þá yrði leikskólastigi gerð skólaskylt. Og ég sé það fyrir mér að líkt og grunnskólinn hefur starfað síðan 1907 að þá ætti leikskólinn að vera skólaskyldur og því myndi þá fylgja, að sjálfsögðu ætti því að fylgja fjármagn. Takk fyrir þetta Sæmundur. Fleiri sem vilja taka til máls? Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, kannski aðeins að fá að svara þessu máli hjá Sæmundi varðandi gjaldfrjálsan leikskóla, en rekstrargjöld leikskólans hafa verið að hækka hratt undanfarin ár eins og við inni vitum og hefur það verið að gerast í öðrum sveitarfélögum landsins og hefur það verið aðallega vegna nýrra kjarasamninga, lengingu vinnuvikunar, meiri kröfum á innra starfs leikskólans og fleiri þátta. Og rekstur leikskólans er ekki eitt af lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins og meðan svo finnst mér ekki réttlætanlegt að leikskólinn vera gjaldfrjáls. Eins og við vitum öll er ekkert ókeypis og íbúa greiða fyrir rekstur leikskólans með einum eða öðrum hætti. Mér finnst réttast að þeir aðilar sem að nýta sér starfsemi leikskólans borgi fyrir hluta rekstur hans.
Því finnst mér þessi tillaga gjaldfrjálsan leikskóla ekki verið rök að styðja hans eins og staðan í dag. Svo ég tali nú ekki það sem virðist nú vera að koma á daginn að húsnæði leikskólans sé orðið of lítið einungis 3 árum eftir að nýr og endurbættur leikskóli var opnaður. En ég get alveg tekið undir orð Sæmundar að það sé kannski réttast að fara í viðræður við ríkið til þess að gera þá leikskólan að fyrsta skólastiginu og ef það fylgir fjármagn í þá aðgerð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust. Fundargerð bæjarráðs frá 9.11. Það er Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti og góði fundarmenn. Það er akkurat þetta sem þetta er góð umræða og takk fyrir Björgvin að brýna mig til þess að koma hérna upp aftur til þess að mér langar að fá að svara þér aðeins af því að ég vona við sem að tala um styttingu vinnuvikuna, ég hef segja lengingu, en hérna sko það er auðvitað gríðarlega kostnaðarsamt að reka leikskóla og leikskólinn hefur hérna það hefur aukist kröfurnar sem þarf til þess að reka leikskóla og ég er að benda á það að það er svo lítið brotabrot sem við erum að innheimta í leikskólagjöld. Þetta eru 6,6% sem við fáum innheimtunni. Ég svolítið kalla þetta því að við kostnaðarmetum það hvað svo innheimta bara per se kostar og í samhengi hlutana þá erum við sko að því að leikskóli er ekki lögbundinn. Þetta er þjónusta sem við gætum í raun og veru sagt að við ættum bara ekkert að sinna. Alveg eins og sundlaugar. Við ákveðum samt að hafa gjaldfrjálst fyrir börn og eldri borgara í sund. Við ákveðum að styrkja ýmis verkefni sem eru ekkert lögbundin og það getur verið verkefni eins og í listageiranum eða í önnur verkefni. Þetta er alltaf ákvörðun hvað við veljum að gera og ég átta mig á því að það er bara enn einn ákvörðunin sem ég er að leggja til að taka ekki sérstaklega gjöld fyrir leikskólan, en það finnst mér þau að taka 21 milljón í gjöld af leikskólastíði sem kostar okkur yfir 300 milljónir í rekstri. Þá spyr ég mig til hvers erum við þá að innheimta þessi gjöld, erum við að leggja of mikið á okkur fyrir raun og veru mjög lítið. Og við erum búin að taka ákvörðun eins og ég nefndi með bæði það að vera með ókeypis í sund fyrir eldri borgara og fyrir börnin okkar, en við vitum það að sundferðin kostar yfir 4.000 krónur, 4.500 hver sundferð og við sömulegis borgum niður fyrir gesti okkar í sund og sjálf borgum við bara brota því gjaldi sem það kostar. Þannig þetta er bara spurning um ákvörðun og ég legg þetta allavega til og við skoðum þetta og við erum framsækin og önnur sveitarfélög hafa farið þessi leið, þau eru ekki mörg og þetta er bara spurning um ákvörðun. Takk fyrir þetta Sæmundur. Orðið er laust. Já. 13. Mistur af okkur? Enginn sem hver Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Sjálfsögðu átti ég við styttingu vinnuvikunnar, ég ætlum ekki að fara að lengja hana, þetta hún kannski myndi leysa eitthvað vandamál, en allavega er ég ekki sammála því að hafa gjaldfrjálsan leikskóla ekki svo staðan í dag, en það er að gera ef að verður að fara í viðræði við ríkið að þetta verði fyrsta skólastigið og ef það fylgir framlag frá því þá er ég alveg tilbúin að endurskoða það en ekki eins og staðan í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Björgvin. Fleiri sem að kveða sér hljóðs. Svo ekki, þá það legg ég fundargerðin undir atkvæði fundarins. Fundargerð 1013, kjörsólgefa merki þeir sem samþykkja þá fundargerð og hún samhljóða samþykkt. Það lögð hér fram til kynningar fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 290 frá 14. október síðastliðnum. Ykkur sem að gera athugasemd við hana, svo ekki. Þá komum við almenn mál og fyrsta mál þar á dagskrá fjárhagsáætlun 2022 til 2025, fyrri umræða fjárhagsáætlun. Eitt hérna fyrirgeði, ég að hugsa að taka mér leyfi forseta til þess að fá að breyta röðinni á, ég tók ekki eftir því fyrir, en álagningarreglunar næsta dagskrá í rauninni þurfa álagningarreglunar að vera afgreiddar áður en við förum inn í fjárhagsáætlun. Mér yfirsást þetta þannig að gerir ykkur athugasemd. Þá tökum við álagningarreglunar og síðan fjárhagsáætlun í kjölfarið. Bæjarstjóri Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég legg þá hér fram álagningarreglur fyrir árið 2022. Þær hljóða þannig að útsvarið eins og áður 14,52%. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði 0,41% af fasteignamati. Fasteignaskattur á opinbert húsnæði 1,32% og fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði 1,49% af fasteignamati. Lóðarleiga 1% af lóðarmati og holræsagjald aðeins breytingar þar. Holræsagjaldi verður nú innheimt samkvæmt gjaldskrá og vatnsgjald sömuleiðis, en var áður 0,30% af fasteignamati fyrir holræsagjaldi og 0,15% af fasteignamati fyrir vatnsgjaldið. Sorpgjöldin verða sömuleiðis lögð fram sérstaklega í tengslum við gjaldskrá og stefnt að því að sú gjaldskrá muni vera tilbúin í byrjun desember á desemberfundi bæjarstjórnar. Ég legg því þessar álagningarreglur hér fram. Takk fyrir þetta, Matthildur. Og orðið laust álagningarreglur fyrir árið 2022. Enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá legg ég þær fyrir atkvæði fundarins, þeir sem samþykkja álagningarreglurnar eins og þær hafa verið lagðar fram, gjörðu svo vel að gefa merki. Og þær samþykktar samhljóða. Þá getum við farið í fjárhagsáætlun árið 2022-2025. Matthildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta aftur, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að vera með smá innganga fjárhagsáætlunni með smá kynningu, með PowerPoint, hún undir fundagögnunum. Ég ætla að renna yfir svona helstu atriði fjárhagsáætlunar með svona sjónrænum hætti. Þá aðeins varðandi forsendurnar, þá vorum við að samþykkja þær rétt áðan, varðandi útsvarið en útsvarið síðan áætlað samkvæmt mati fjármálastjóra og einnig staðgreiðsluáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og gjaldskrár eru vísitölutengdar og taka mið af þróun vísitölu. Við erum þó að hækka gjaldskrár leikskóla umfram vísitöluþróun og það verður tekið fyrir hér á eftir. Jafnframt eru gjaldskrár eins og ég kom inn á áðan fyrir sorp og veitur enn í vinnslu. Fasteignaskattsstofninn hækkar að meðaltali 3,5% en álagningin óbreytt frá síðasta ári og þá var fasteignaprósentan aðeins lækkuð. Og áætlað jöfnunarsjóðsframlög fyrir 2022 byggja á fyrstu áætlunum sjóðsins og tekjuáætlun hafnarinnar hækkar vegna væntinga loðnuvertíð. Forsendurnar áfram. Launin áætluð með gildandi kjarasamninga og áætlaða mönnunarþörf sem reiknuð út frá launaáætlun. Það eru þetta samningsbundnir og vísitölutengdir gjaldaliðir sem hækka og síðan það áætluð hækkun og vísitölu samkvæmt þjóðhagsspá 2,4%. Í viðhald fasteigna og lóða settar 30 milljónir krónur og í ófyrirséð 5 milljónir og styrkjara með helst óbreyttur frá fyrra ári. Og varðandi forsendur 3 ára áætlunar, þá gert ráð fyrir 3,5% hækkun á skatttekjum á milli ára
Laun og launatengd gjöld hækka jafnframt 3,5% á þessu 3 ára tímabili og þjónustutekjur hækka í samræmi við áætlaða hækkun neysluvísitölu. Þá er það helstu niðurstöðum og ég kynni þær hér fyrir A og B hluta. Mér langar þá aðeins að koma inn á áðan út af umræðinni hérna rétt áðan hvað varðar leikskólagjöldin að ef við tökum A hlutan aðeins út fyrir sviga þá er niðurstöður hans þannig að hann skilar 3 milljónum króna í ágang sem myndi þýða að við fjallum frá því innheimta leikskólagjöld þá værum við að reka A-sjóð sveitarfélagsins í halla. Þannig að það er ekki mikið svigrúm til mikilla breytinga en það þyrfti að hagræða annars staðar. En fyrir A og B hluta er rekstrarniðurstaðan áætluð 68,3 milljónir króna í afgang og skuldir og skuldbindingar 2.346 milljónir króna og veltufé frá rekstri 379,3 milljónir króna. Áætluð lántaka, ný lántaka eru 250 milljónir króna og afborganir langtímalána eru 116,4 milljónir króna og það þýðir að skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum eru 73,5%. Og aðeins varðandi þróun íbúafjölda þá hefur okkur verið að fjölga hægt og sígandi. Frá árinu 2018 hefur okkur fjölgað 7,5% reiknaðist með til í heildina. Við sáum hérna lækkun eða fækkun segi ég í íbúafjölda á COVID-tímanum. Það fækkaði bara um 100 manns hérna tíma en það hefur nú skilað sér tilbaka. Þetta er svona hægt og bítandi fjölgun og við bíðum spennt eftir að komast upp í 2500 íbúafjölda. En í dag stendur íbúatalan samkvæmt nýjustu upplýsingum í 2458, ekki rétt hjá mér. Við vorum bara að taka þetta út í dag þannig að það hefur fjölgað 6 frá því þessi tala var sett inn. Varðandi skatttekjurnar þá lýsir þessi myndi svo ágætlega að skatttekjurnar þróast ósköp með mjög stöðum hætti. Við gerum þó ráð fyrir að þær hækki aðeins umfram á næsta ári. Við sjáum að þetta hangir hérna í kringum, eða bara mjög í kringum svipað upphæð þessi frá árinu 2018. Og hlutfallið sömuleiðis, það er að segja skatttekjurnar er að skila okkur rúmlega helmingi á næsta ári og jöfnunarsjóður er þarna fjórðungur af tekjum sveitarfélagsins. Skiptir okkur máli. Launagreiðslur, það hefur verið rætt hér hækkun launa og það sjáum við bara hér á þessari mynd að laun hafa verið að hækka og það kom einnig fram á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem við sátum nú í byrjun október að launin eru að hækka mjög verulega hjá öllum sveitarfélögum og það eru kjarasamningarnir sem skila okkur því og stytting vinnuvikunar. En hlutfallið, við sjáum að laun og launatengd gjöld í hlutfalli af tekjum hækkar dálítið skarpt milli 2019 og 2020 en svo jafnast það nokkurn veginn 2020 til 2022 þannig að það gerir skörp hækkun. Þetta var skrifað undir kjarasamninga á þessum tíma. Rekstrarniðurstaðan sömuleiðis hefur breyst dálítið þessi síðustu ár. Árið 2018 voru sveitarfélaga skila fyrir A og B hluta 541 milljón króna í afgang. Það hefur aldeilis breyst og þetta ár og síðasta ár erum við að skila tæplega 70 milljónum í afgang. Framkvæmdir fyrir árið 2022 átta nú að standa þarna, vitlaust ártal hjá mér. Þar er enn áætlað að fara af stað með hjúkrunarheimili þó að það hefði aðeins komið bakslagi það verkefni eftir að tilboðum var hafnað. En það er unnið að því að ná niður kostnaði við þá byggingu og sveitarfélagi hefur nú þegar lagt í það verkefni tæplega rétt undir 200 milljónum króna. Og það liggur ekki fyrir á þessari stundu hversu há greiðsluupphæðin mun verða fyrir sveitarfélagi og þess vegna gerum við ekki ráð fyrir
fjárframlagi í framkvæmdaáætlun í byggingu hjúkrunarheimilis fyrir næsta ár. Það þarf bara að skoða það þegar að niðurstaða liggur fyrir hvað varðar þetta tilboð sem verið að vinna með og greiðsluáætlun ríkisins. Það gert ráð fyrir að byggja líkamsrækt við Sundlaugina og gert ráð fyrir 200 milljónum króna í það verkefni. Það gert ráð fyrir að endurbætur í Hofgarði og opna á milli leik- og grunnskóla til þess að nýta betur starfsmenn og þannig að það verði auðveldara í samrekstur milli grunn- og leikskóla eða samvinna. Við höldum áfram með endurbætur við Miklagarð. Það verður farið í fráveituframkvæmdir áfanga 3 og við fáum styrk í það verkefni frá ríkinu, 30% styrk miðað við kostnaðaráætlun, og áfram hugað að ljósleiðaralagningu í Lóni sem tókst ekki að klára á þessu ári, það flyst á milli ára, mun vonandi hefjast snemma á næsta ári. Og síðan erum við að vinna því og vonumst til þess að við getum fengið dýpkun á Grímslin, en kostnaðarhlutdeild sveitarfélagsins þar liggur ekki fyrir, eða hafnarinnar, og þar leiðandi er ekki sett sérstakt fjármagn þar inn. Það á eftir að skýrast. Varðandi framkvæmdir næstu 3 ára, þá er það áfram hjúkrunarheimilið og Sindrabær kemur þar aftur inn. Því miður þá þurfti að fresta þeim framkvæmdum við Sindrabæ, endurbætur þar. Og það er bara vegna þess að við höfum ekki hvorki starfsfólk til að sinna almennilega þessum verkefnum eða fjármagn eins og staðan er í dag. Og það verður haldið áfram með Miklagarð og fráveituframkvæmdir og malbikun annað hvert ár er svona inn á þessari áætlun og það þýðir næsta malbikun 2023 og samkvæmt samgönguáætlun þá er Miklagarðsbryggja á framkvæmdalista varðandi höfnina. Og aðeins að lántöku, við áætlum að taka ný lán eins og áður kom fram að upphæð 250 milljónum króna og þá reiknast þannig að skuldahlutfalli verður 74% fyrir A og B hluta, 61% eingöngu fyrir A hluta. Lántökur á þessu og síðasta ári skiptir svona nokkurn veginn í aftur á milli A og B hluta með framkvæmdirnar. Framkvæmdaáætlunin eins og ég sagði áðan er svona örlítið varfærnari heldur en síðustu ári. Við vorum með vel þanda framkvæmdaáætlun á þessu ári eða upp undir milljarð, en margt af því hefur ekki komist í framkvæmd, bæði vegna óhagstæðra tilboða sem við fengum og svo færist eitthvað á milli ára. Að lokum, þá langar mig bara að koma því á framfæri að sveitarfélagið það stendur vel þrátt fyrir þrengingar þessara ára, þessara síðustu 2 í erfiðum COVID-faraldri, en fjárhagsstjórn hér er ábyrg og hefur verið ábyrg langt skeið og skuldastaðan er bara nokkuð góð með við flest önnur sveitarfélög í landinu og við höfum séð það á þessum ráðstefnum sem við höfum setið undanfarna 2 mánuði má segja. En það eru ýmsar áskoranir í rekstrinum nú og eru stjórnendur meðvitaðir slíkt. Við ætlum okkur aukið aðhald við stofnanir og fjárhagsáætlunin felur í raun í sér hagræðingarkröfu því að rammarnir voru afgreiddir bara óbreyttir fyrir utan raunkostnað sem hefur hækkað á ákveðnum liðum og það er annað árið í röð sem að rammar eru afgreiddir þannig út úr bæjarstjórn sem þýðir auðvitað að það þarf að halda vel á spöðunum. En við erum auðvitað bjartsýn á að nýtt ár færi okkur betri tíð með aukinni loðnuveiði og svo fjölgun ferðamanna og við vitum að hér fjölgar ennþá íbúum og það er eftirsókn í því að búa hér með íbúaþróun og sömuleiðis að ferðast hingað. Að því sögðu þá held ég að ég hafi komið öllum þeim upplýsingum frá koma hérna fram í innganginum og legg því þetta fram hér til bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta, Matthildur. Ég vil kannski bara byrja á því að þakka bæjarstjóra og fjármálastjóra starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu við
gerð fjárhagsáætlunar og þakka kjörnu fulltrúum fyrir input sem að hefur komið þaðan og það hefur verið mjög gott og samhugur í bæjarráði í þessari vinnu. Bara þakka það. En orðið er laust til fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og 3 ára áætlun allt til ársins 2025. Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, við erum að fjalla fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir næsta ár, eða næstu ár reyndar. Það er rétt að það hefur verið heldur skárra þetta ár heldur en áætlun síðasta árs gerði ráð fyrir. Það var svona heldur betra sem er mjög gott því að nóg er af verkefnunum og ég tek alveg undir það með bæjarstjóra að við erum heppin að því leyti til að sveitarfélagið hefur verið vel rekið síðustu árin og í langan tíma og við erum ekkert í einhverju krísu með það sko miðað við mörg sveitarfélag. En það er náttúrulega framundan erfitt tímabil líka þannig að við þurfum að vera á tánum. Við höfum séð eins og hefur komið fram launakostnaður sveitarfélagsins hefur tekið svolítið skarpa hækkun á síðustu 2 árum og eins með lán og annað slíkt en eins og ég segi staðan er samt mjög góð hjá okkur. Við þurfum bara að gera ráð fyrir eins og til dæmis með hjúkrunarheimili, við vitum ekki alveg hvað staðan er sú en vonandi leysist það fljótlega og ég bara trúi ekki öðru en að við náum að landa því og koma því á koppinn og þá þurfum við náttúrulega að gera ráð fyrir því en við höfum líka önnur verkefni til þess að seinka þá á 3 ára áætlun ef að það kemur upp á. Þannig að ég svo sem get ekki verið að þetta fingur út í þessa fjárhagsáætlun og með samþykkjana bara með ánægju. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust, fjárhagsáætlun. Fleiri sem kveða sér ljós. Svo er ekki, þá legg ég hér fram þá tillögu að við vísum fjárhagsáætlun til síðar umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem geta samþykkt það, gjöra söguleggjamerki. Og það er samhljóma samþykkt. Þá er það gjaldskrár, fræðslu og frístundasviðs. Það er bæjarstjórinn, Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Leikskólagjöldin voru hér til umræðu fyrir á fundinum en í fræðslu og tómstundanefnd tók gjaldskrár sviðsins til umræðu og það voru teknar ákvarðanir að hækka gjaldskrárnar umfram vísitölu og ég ætla svona aðeins að fara yfir það hvar það liggur helst. Hækkanir á leikskólagjöldum og í leikskóla hafa verið í lágmarki undanfarin ár og ekki haldið yfir það hlutfall sem foreldrar hafa lengst af greitt. Eins og kom fram hér í máli Sæmundar fyrir á þessum fundi þá er hlutfalli sem foreldrar greiða af rekstri leikskólans eða þeim kostnaði sem fellur til einungis 6,6%. En hér er lagt til að hækka leikskólagjöldin 9% og einnig fæðisgjöld á leikskóla og afsakið. Þetta þýðir að 8 tíma vistun á leikskóla með fæði hækkar 2.797 krónur sem er ekki svo há hækkun með við margt en sem betur fyrir er gjaldskrá leikskólans lág hér, hún er í lægri kanturinn með önnur sveitarfélög. Við teljum okkur nú ekki geta borið okkur saman með Reykjavík sem er nú lægst allra sveitarfélagi leikskólagjöldum en staðan er þessi hér og við erum svo sem bara stolt af því að geta boðið upp á leikskóladvöl á hagstæðu verði. Lagt er einnig til að hækka fæði í grunnskólanum upp í 360 krónur máltíðina og fyrir nemendur og 600 krónur til starfsmanna
Það þýðir að skólamáltíð í grunnskóla hækkar 37 krónur máltíðin. Í Káttakoti er lagt til að, sem lengt viðvera, er lagt til að hækka sömuleiðis gjaldskrána 9% eins og í leikskólanum, sem þýðir það að lengt viðvera hækkar 1244 krónur á mánuði miðað við 5 daga í viku og fæðisgjöld 11 krónur á dag. Í tónskólanum er lagt til að hækka gjaldið 5% hjá börnum og 10% hjá fullorðnum. Í sundlaug hækkar gjaldskráin að jafnaði 5% sem þýðir að almennt gjald í sund hækkar 50 krónur og í tónskólanum, ég gleymdi að nefna það, þar hækkar þá gjaldið upp í 3.477 krónur fyrir önnina. Og vöruhúsið hækkar sínar gjaldskrár 10%. Ég minni á það að systkinaafslættir eru ansi veglegir hér, það hækkar hér, eða það eru 25%, nei hvað er það, 50% afslættir af vistun annars barns og frítt fyrir þriðja barnið og það nær einnig á milli skólastiga. Þannig að ég læt þessu numi hér til forseta að klára þetta mál. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust gjaldskrárnar. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla að fá að ítreka bókun mína frá fundi bæjarráðs nr. 1011 en þar bókaði ég að fulltrúi Tryggðarframboðsins sem sagt ég leggst gegn tillögum með hækkun leikskólagjalda. Nær væri að stíga það skref að fella niður leikskólagjöld, enda standa þau undir mjög litlum hluta kostnaðar við rekstur. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Fleiri sem vilja tjá sig? Björgvin Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, þetta er svona beint og óbeint framhald umræðunnar hérna hjá okkur áðan. En hérna varðandi gjaldskrárhækkanirnar, ég er varaformaður hérna í fræðslustofnunarnefnd og satt hérna fund. En eins og kom í máli Matthildar hérna áðan, þá er sveitarfélagið Hornafjörður með frekar lág leikskólagjöld í samanburði við önnur sveitarfélög sem við erum að bera okkur saman við. Og ef foreldrar hefðu átt að greiða saman hlutfall af heildarrekstrarkostnaði leikskólans hefði hækkunin fyrir næsta ár þurft að vera 13% en nefndin vildi ekki taka svo stór skref að þessu sinni og hækkunin því 9% eða það bil 2000 krónur eins og kom hérna fram áðan með við 8 klukkstunda vistun. Þrátt fyrir þessa hækkun verða leikskólinn áfram lág í samanburði við önnur sveitarfélög og hérna eins og kom líka fram áðan að þá eru foreldrar að greiða það bil 6,6% af heildarrekstrarkostnaði leikskólans á þessu ári. Og það hefur stundum verið rætt meðal sumra bæjarfulltrúa að þetta greiðsluhlutfall ætti að koma fram á reikningum fyrir leikskólagjöldin til að foreldrar myndu átta sig betur á hversu lágt hlutfall þeir eru að greiða af heildarrekstri leikskólans. Þetta hefur mér fundist áhugaverð umræða og þannig geti mánaðarlegur reikningur fyrir leikskólagjöld til dæmis hljómað svo með við 6,6% greiðsluhlutfall foreldra. Leikskólagjöld 357.636 krónur, hlutur foreldris 23.605 krónur. En varðandi hækkunin á fæðiskostnaði hefur stefna verið að foreldrar greiði fyrir hráefniskostnað vegna fæðis í leikskólanum og hefði það átt að haldast þannig á næsta ári hefði þurft að hækka fæðiskostnað foreldra 18%. En líkt og með leikskólagjöldin vildi nefndin ekki vera svo stórstíg að þessu sinni og hækkunin því 9%. Vissulega geta öll þessi gjöld og gjaldahækkanir verið íþyngjandi fyrir efnalitlar fjölskyldur, ég ætla alls ekki að gera lítið úr því. En ég vil einnig benda á það að félagsþjónusta sveitarfélagsins er með úrræði fyrir fjölskyldur í þess konar aðstæðum. Og að lokum vil ég að það komi fram að nefndin var einhuga í ákvörðun sinni hækkun þessara gjalda
og er raunin allar gjaldskrár hækkarinnar sem teknar voru fyrir í nefndinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Og eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá verður fært til bókar bókunin hans Sæmundar. Það er komið og þá er það atkvæðagreiðsla gjaldskrárnar. Þeir sem samþykkja framlagðar gjaldskrárhækkanir gjöru svo vel að gefa merki. Já. Og það er þá allir, það er samþykkt með 7 atkvæðum og Sæmundur útskýrir síðan sína afstöðu í bókun. Þá erum við komin í lið númer 9 sem er stofnskrá menningarmiðstöðvar. Stofnskrá menningarmiðstöðvar 2021 til 2025 var samþykkt í mars síðastliðinn en gerðar voru smávægilegar breytingar á stofnskráni sem þarf að senda til safnaráðs, undirrita af bæjarstjórn og safnskráin hefur fengið umfjöllun bæði í atvinnu- og menningarmálanefnd og bæjarráði en ég legg til að bæjarstjórn samþykki stofnskrá menningarmiðstöðvar Hornafjarðar með þeim breytingum sem gerðar voru en það er spurning hvort einhver vill taka til máls áður en við förum í atkvæðagreiðslu málið. Allir spenntir fyrir því? Nei. Þannig að þeir sem samþykja stofnskrána eins og hún liggur fyrir gjöra svo vel að gefa merki. Og hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það persónuverndarstefna. Fyrir liggur ný og breytt persónuverndarstefna. Í stefnunni er því lýst hvernig sveitarfélagið Hornafjörður vinnur með persónuupplýsingar. Öll vinnsla sveitarfélagsins á persónuupplýsingum fer fram á grundvelli laga nr. 90 frá árinu 2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýja persónuverndarstefnu en hún er að sjálfsögðu hér til umræðu líka. Enginn sem að hversu ljós. Þannig að þeir sem samþykja nýja persónuverndarstefnu gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samhljóma samþykkt. Og þá er það 11. mál, það er mál sem var bætt inn frá áður auglýstri dagskrá. Það er 11. mál, það er íbúakosningum aðal- og deiliskipulag innbæ en það gleymdist í boðum fundarins. Gjörðu svo vel, Matthildur. Forseti og bæjarfulltrúar. Þetta mál hefur nú verið til umræðu nokkurt skeið en það býsna flókið í framkvæmd. Bæjarstjórn óskaði eftir samþykki samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fyrir því að framkvæma rafræna íbúakosningu eða bæjarráð gerði það reyndar, það var ekki bæjarstjórn. En ráðuneytið gaf sér 2 vikur til að svara þessu erindi og við áttum fund í vikunni með ráðuneytinu og þá lá ekki svar fyrir hjá þeim á þriðjudaginn síðasta. Við fengum svar rétt í þessu, eða bara rétt fyrir 4, að ráðuneytið mun ekki gera athugasemd við rafræna atkvæðagreiðslu þegar fyrir liggur að Þjóðskrá Íslands geti tryggt kosningakerfi sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til þess samkvæmt reglugerð framkvæmd rafrænna kosninga, númer 966 frá árinu 2018. En eins og staðan er núna hefur ekki farið fram öryggisúttekt á því kosningakerfi sem er til staðar, samanber 3. málsgrein 14. greinar reglugerðarinnar og óvíst hvort að slík öryggisúttekt liggi fyrir en í fyrsta lagi meðan febrúar næstkomandi. Ráðuneytið er þó viljugt til þess að ýta á það að hægt verði að framkvæma þessa rafrænu kosningu en svar hefur ekki fengist frá Þjóðskrá Íslands, allavega ekki fyrir þennan fund núna þar sem við stöndum í dag. Starfsmenn hér hafa unnið að því að undirbúa bæði rafrænar og kosningar með hefðbundnum hætti og vil ég því leggja til hér við bæjarstjórn að samþykkt verði að íbúakosning fari fram í síðasta lagi laugardaginn 15. janúar 2022 og þá með hefðbundnum hætti. Verði mögulegt að framkvæma rafræna atkvæðagreiðslu fyrir þann tíma verði sá kostur valinn, en það liggur ekki fyrir á þessari stundu. Þannig að áfram höldum við
okkar striki með að undirbúa báðar kosningarnar, en það er kannski örlítið meira flækjustig að klára svona staðbundnar kosningar og þá er einn kosningadagur sem þarf að velja atkvæði. Leggur það í ykkar hendur. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust þetta mál, íbúakosningum aðal- og deiliskipulag innbæ. Það er enginn sem kveður þessu ljós, þannig að þeir sem geta samþykkt tillögu sem bæjarstjóri lagði hér fram að íbúakosning fari fram í síðasta lagi laugardaginn 15. janúar 2022 og það með hefðbundnum hætti, en ef verði hægt að fara í rafræna atkvæðagreiðslu fyrir þá verði sá kostur valinn. Þeir sem samþykkja það, gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt samhljóða 7 atkvæði. Það er 12. mál á dagskrá, það er deiliskipulag Brunnhóll og það er Björgvin Óskar Sigurjónsson sem fylgir því í hlaði. Gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Deiliskipulag fyrir Brunnhól var endurauglýst frá 22. september til 2. nóvember síðastliðinn. Skipulag hefði áður verið auglýst og staðfest í bæjarstjórn árið 2018. Skipulagsreiturinn er full byggður, engar umsagnir eða athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag að Brunnhól og vísi því í lögformlegt ferli samkvæmt 41. og 42. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust. Enginn sem kveður þessu ljós. Þeir sem samþykkja tillögu Björgvins gjöra svo vel að gefa merki og það er samþykkt með 7 atkvæðum. 13. mál á dagskrá er deiliskipulag Skaftafell 3 og 4. Björgvin Óskar Sigurjónsson fylgir því úr hlaði. Gjöra svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Markmiðið með deiliskipulagi þessu er að sníða ramma utan byggð lítilla húsa á jörðinni Skaftafell 3 og 4 og staðsetja grunninnviði. Deiliskipulagstillagan var kynnt á kynningafundi 8. nóvember síðastliðinn. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagstillöguna og að fallið verði frá gerð skipulagslýsingar þar sem allar megin forsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin, og orðið er laust. Það er enginn sem kveður þessu ljós, þannig að þeir sem samþykkja gjöra svo vel að gefa merki. Það er samhljóma samþykkt. 14. mál á dagskrá deiliskipulag Hálsasker, Svínafell 2. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er að ræða tillögu að nýju deiliskipulagi að Hálsaskeri í Svínafelli 2. Þegar hefur verið samþykkt leyfi fyrir gestahúsi sem mun nýtast sem heilsárshús við framtíðaruppbyggingu. Áætlað er að endurbyggja gamla Hnappavallabæinn á byggingarreit B1 í upprunalegri mynd. Lögð er áhersla á skapa á lóðinni bæjarhlað og húsaþyrpingu eftir ríkjandi hefðum. Deiliskipulagstillagan var kynnt á kynningafundi 8. nóvember síðastliðinn. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagstillöguna og að fallið verði frá gerð skipulagslýsingar þar sem allar megin forsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust deiliskipulag Hálsasker, Svínafell 2. Enginn sem kveður þessu ljós. Þeir sem samþykkja deiliskipulagstillöguna gjöra svo vel að gefa merki og hún er samþykkt með 7 atkvæðum. 15. mál á dagskrá er umsókn um leyfi til niðurrifs og enduruppbyggingar á bílskúr við Bogaslóð 16. Er það Gunnar Örn Olgeirsson sem óskar eftir leyfi til niðurrifs og enduruppbyggingar á bílskúr. Fyrirhugað er að stækka bílskúr 1 til 1,25 metra í átt á götu. Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu, grenndarkynning hefur farið fram og engar athugasemdir bárust. Orðið er laust þetta. Áður en ég legg til að bæjarstjórn samþykki að gerð verði breyting á bílskúr á Bogaslóð 16 í samræmi við framlagðar teikningar
og að við samþykkjum fyrirliggjandi grenndarkynningu. Einhver sem vil tala um þetta? Nei. Og þeir sem geta samþykja þetta, fyrir svo að gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 16. mál á dagskrá er byggingamál Bjarnarhóll 9, viðbygging, stækkun á Andeyri. Sverrir Þórhallsson tilkynnti minniháttar breytingu á húsi að Bjarnarhóll 9. Er að ræða breytingu á innskoti við Andeyri undir þakskygni. Settir eru 2 veggir með því stækkar flatarmál hússins 4,7 fermetra. Ekki til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að fallið verði frá grenndarkynningu enda varðar breytingin ekki hagsmuni annarra en umsækjenda og að samþykki breytingu á húsi að Bjarnarhóli 9. Orðið þetta mál. Engin sem kveður sér ljós, þeir sem samþykja stækkun á Andeyri og það er 7 atkvæði, samhljóma samþykkt. 17. mál á dagskrá byggingarleyfis umsókn Stafafellsfjöll, lóð 8 frístundahús. Borgþór Freysteinsson óskar eftir heimild til að víkja frá kröfum deiliskipulags frístundasvæðis Stafafellsfjöll í Lóni. Í greinargerð deiliskipulagsins kemur fram að aðalhús má vera allt að 120 fermetrar og ekki minna en 30 fermetrar, en aukahús getur verið allt að 30 fermetrum. Þó ekki stærra en helmingur af stærð aðalhús. Fyrirhugað er að reisa 36,1 fermeters frístundahús á lóð nr. 8 og hafa það sem aðalhús, en núverandi bústaður sem er 22,3 fermetrar verði aukahús. Óskað er eftir því að vikið sé frá kröfum í deiliskipulagi að aukahús geti ekki verið stærra en helmingur af stærð aðalhús. Í deiliskipulagi er einnig miðað við að húsin falli sem best að landi og að stefna aðalmænis fylgi sem mest meginstefnu í landinu og verða að jafnaði samsíða hlíðum. En staðsetning hússins er sýnd á uppdráttum sem fylgir málinu. Grenndarkynning var send á landeigendur sem hafa allir skilað umsögnum. Ein umsögn hefur verið dregin tilbaka. Og ég legg til að bæjarstjórn samþykki grenndarkynninguna og innbeðnar heimildir að vikið sé frá kröfum stærð aukahús og leiðbeiningum mænistefnu í deiliskipulagi. Þetta sé þar ekki líklega til að hafa neikvæð áhrif á hagsmuni nágranna hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn og að bæjarstjórn samþykki að vikið sé frá ofangreindum skilmálum og leiðbeiningum samkvæmt framálegum gögnum án deiliskipulagsbreytingar. Orðið laust þetta mál. Engin sem kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu, gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samhljóma samþykkt. Þá er það 18. mál á dagskrá breyting á lóðamörkum Stafafellsfjöll 17a. Það er Gunnlaugur Ólafsson sem óskar eftir breytingum á lóðamörkum lóðar 17a í Stafafellsfjöllum án breytingar á deiliskipulagi. Staðfesting allra landeigenda liggur fyrir og ég legg til að bæjarstjórn samþykki að lóðamörkum verði breytt og að falli verði frá grenndarkynningu. Þar sem stækkun lóðarinnar er talsverð en engin áform eru breytingu á byggingarreit, þá er samþykkt að breytingin verði gerð með óverulegri breytingu á deiliskipulagi. Þetta er lagt hér fram. Engin sem hversu ljós. Þeir sem samþykja, gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samhljóma samþykkt. 19. mál á dagskrá er framkvæmdaleyfi dýpkun á Grynnslunum. Hornafjarðarhöfn óskar eftir framkvæmdaleyfi vegna dýpkunarframkvæmda á Grynnslum úti fyrir innsiglingu á Hornafjarðarhöfn. Dýpið á Grynnslunum gerir það að verkum að innsiglingin er oft ófær að vetri til í lengri tíma. Innsiglingin takmarkast við 3,5 metra ölduhæð og því getur það gerst mjög oft að vetri til að ófært er inn að höfninni og stærri skipum. Gert er ráð fyrir að dýpkunin fari fram á næstu vikum og sótt er leyfi fyrir flutningi á efni 30.000 rúmmetra þar sem að losunarstaður verður sá sami og árið 2015 á haf út. Þá var síðast dýpkað á Grynnslunum. Fyrirhuguð framkvæmdir í samræmi við aðalskipulag
og ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfi með fyrirvara jákvæða umsögn Umhverfisstofnunar. Orðið er laust framkvæmdaleyfi fyrir dýpkun á Grennslunum. Það er enginn sem að réttur upp hönd, þannig að þeir sem samþykja framkvæmdaleyfi gjöra svo vel að gefi merki. Það er samhljóma samþykkt. 20. mál á dagskrá er framkvæmdaleyfi dýpkun innan hafnar. Það er Hornafjarðarhöfn og Vegagerðin sem sækir framkvæmdaleyfi vegna viðhaldsdýpkunar innan hafnarinnar. Gert er ráð fyrir að dælt verði upp efni allt að 30.000 rúmmetrar úr höfninni. Dýpkunin verður austast í höfninni vegna löndunar á loðnu og komandi vertíð. Gert er ráð fyrir að losunarstaði verði sunnan við Ósland innan hafnasvæðis. Leitast verður við að nýta efni til upphækkunar á lóðum í Óslandi og eða sem farg á lóðir á Leirusvæði 2. Fyrirhuguð framkvæmd er í samræmi við aðalskipulag. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfi fyrir dýpkun innan hafnar, en orðið er laust þetta mál. Enginn sem kveður sér ljós, þannig að þá þeir sem samþykja gjöra svo vel að gefa merki og það er samhljóma samþykkt. Það saxast á þetta. Mál 21. Framkvæmdaleyfi hringvegur nr. 1 milli Hólms og Dynjanda, endurútgáfa. Ég liggur fyrir umsókn Vegagerðarinnar endurútgáfu framkvæmdaleyfis vegna hringvegar Hornafjörð milli Hólms og Dynjanda. Nánari hönnun og reynslutölur 6 í fyrsta áfanga hafa leitt til breytinga varðandi efnistöku. Óskað er eftir heimild fyrir aukinni efnistöku í námu nr. E48 Hólmsá, nr. E44 Djúpá, nr. E34 Hornafjarðarfljót og nr. E35 í Skógey. Aukin efnistaka á námunum er í samræmi við mat á umhverfisáhrifum, álit skipulagsstofnunar og fyrirliggjandi skipulagsáætlanir. Vegagerðin óskar eftir að framkvæmdatími verði til ársloka 2025. Beiðni Vegagerðarinnar aukna efnistöku er í samræmi við matsskýrslu Vegagerðarinnar, álit skipulagsstofnunar, aðalskipulag Hornafjarðar 2012 til 2030, deiliskipulagsáætlanir fyrir Hornafjarðarfljót, Djúpá og Skógey. Gögn sem bæjarstjórn lagði fram við afgreiðslu framkvæmdaleyfis árið 2016 eiga enn við, þar með talið greinargerð með veitingu framkvæmdaleyfis og skilmálar fyrir framkvæmdaleyfi. Forsendur fyrir leyfisveitingu eru óbreyttar. Viðauki er gerður við greinargerð bæjarstjórnar dagsetta í nóvember 2016 breytingar á efnistöku. Birt verður ný tafla umfang efnistöku og gildistíma í endurútgefnu framkvæmdaleyfi. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga, en orðið er laust þetta mál. Það réttir enginn upp hönd, þannig að ég legg málið í atkvæði þeir sem að samþykja framkvæmdaleyfið. Svo vel. Og það er 7 hendur á lofti, en það er samþykkt samhljóða. 22. mál er ennþá framkvæmdaleyfi, það er Skeiðarárnáma E75, umsókn framkvæmdaleyfi frá BM Vallá vegna fyrirhugaðar efnistöku allt að 4.500 rúmmetrar úr Skeiðarárnámu austan Skeiðarár. Náman er með númerið E75 í aðalskipulagi. Áætlað er að efnisvinnsla standi yfir frá nóvember 2021 til vors 2022. Steinefnið verður haugsett og flutt í áföngum að steypustöð sem staðsett verður við Núpsvötn. Þegar efnistöku lýkur verður náman frá gengin og sléttuð svipað og gert var í fyrri áfanga árið 1998. Leyfi landeiganda liggur fyrir. Fyrirhuguð framkvæmdir í samræmi við aðalskipulag. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfið, en orðið er laust þetta mál. Það réttir enginn upp hönd. Þeir sem samþykja framkvæmdaleyfið Skeiðarárnámu, það eru 7 hendur á lofti og samþykkt samhljóða. 23. mál er landskipti Flatey. Hér liggur fyrir erindi frá landslögum fyrir hönd Selbakka ehf. Þar sem óskað er eftir landskiptum á jörðinni Flatey og Mýrum og að landskiptin og kemur fram að landskiptin eru í samræmi við skipulagsáætlanir sveitarfélagsins. Jörðin Selbakki verði stofnuð úr jörðinni Flatey
sem verður skráð 637,5 hektarar að landstærð að skiptum loknum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki landskiptin þar sem þau samræmast skipulagi sveitarfélagsins. Orðið er laust landskipti Flatey. Engin hönd á lofti. Þeir sem samþykkja gjöra svo að gefa merki. Það er samhljóma samþykkt. Ára 24. mál á dagskrá. Landeignaskrá, Skaftafell 3 og 4, landskipti, breyting á afmörkun innbyrðis. Það er Stefán Benediktsson, eigandi Skaftafells 3 og Árni Benediktsson, eigandi Skaftafells 4, sem óska eftir staðfestingu sveitarfélagsins á breytingu á innbyrðis afmörkun Skaftafells 3 og 4. Ný afmörkun er samkvæmt uppdrætti sem heitir breytt innri afmörkun Skaftafells 3 og 4 og lítur einungis að breytingu á landamerki milli landsbildana tveggja en hefur engin áhrif á sameiginleg ytri mörk þeirra. Landnýting verður í samræmi við aðalskipulag sveitarfélagsins. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki landskiptin en orðið er laust þetta mál og það er engin sem kveður sér ljóst, þannig að þeir sem geta samþykkt landskiptin gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða af 7 atkvæðum. 25. mál á dagskrá er landeigna-skrá, Háhóll og Hólanes, samruni landeigna, stofnun lögbýlis. Hér er erindi frá Lovísu Rósu Bjarnadóttur og Jóni Kjartansinni þar sem þau óska eftir því að bæjarstjórn samþykki og veiti jákvæða umsögn að skrá Háhól sem lögbýli eftir samruna Háhóls við Hólanes í sveitarfélaginu Hornafirði. Jörðin mun áfram vera í landbúnaðarnotkun. Og ég legg til að bæjarstjórn samþykki landskiptin en orðið er laust með þetta mál. Engin sem kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt gjöra svo að gefa merki. Það er samhljóma samþykkt. 27. mál á dagskrá er umsókn lóð, Hagaleira 1. Ég liggur fyrir umsókn Skúla Ingólfssonar og Guðbjargar Ómarsdóttur lóð að Hagaleiru 1. Dregið var lóðarumsækjendur, eða dregið var út, það voru 2 umsækjendur og urðu Skúli og Guðbjörg hlutskörpust. Bæjarráð mælti með lóðarúthlutuninni og ég legg til að bæjarstjórn úthluti lóðinni til Skúla Ingólfssonar og Guðbjargar Ómarsdóttur. Orðið er laust. Engin sem kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykja lóðarúthlutunina gera svo vel að gefa merki. Samhljóma samþykkt. 27. mál á dagskrá er umsókn lóð, Hraunhóll 1. Þar liggur fyrir umsókn Verkfærni EHF lóð að Hraunhóli 1. Bæjarráð mælti með lóðarúthlutuninni. Legg til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutunina. Orðið er laust. Engin sem kveður sér hljóðs. Þannig að þeir sem samþykja úthlutun lóðar Hraunhóli 1 gjöra svo að gefa merki. Samhljóma samþykkt. 28. mál er enn lóðarúthlutun, umsókn lóð, Hafnabraut 6. Þar er umsókn Gunnars Ásgeirssonar lóð að Hafnabraut 6. Bæjarráð mælti með lóðarúthlutuninni. Legg til að bæjarstjórn staðfesti hana, þeir sem að orðið er laust. Engin sem kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykja lóðarúthlutunina gjöra svo að gefa merki. Samþykkt samhljóða. 29. mál á dagskrá er umsókn lóð, Júlatún 10. Þar er umsókn frá Sævari Knúti Hannesinni og Siggerði Aðalsteinsdóttur lóð að Júlatúni 10. Bæjarráð mælti með lóðarúthlutuninni. Ég legg til að bæjarstjórn staðfesti úthlutunina. Ykkur sem vil taka til máls. Þeir sem geta samþykkt lóðarúthlutun Júlatún 10 og það er samþykkt samhljóða 7 atkvæðum. 30. mál á dagskrá er breyting í nefndum, það er kosningar í nefndir. B-listi leggur hér til breytingu á nefndamönnum í Hafnarstjórn að Heiðar Erlingsson verði 2. varamaður B-lista í Hafnarstjórn í stað Vigfúsar Ásbjörnssonar og síðan er tillaga í fræðslu- og tómstundanefnd að Guðrún Sigfinnsdóttir verði varamaður í stað Kolbrúnar Reynisdóttur.
orðið laust. Þeir sem geta samþykkt þessar breytingar varamönnum gjörsóli gefið merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það 31. mál á dagskrá og þá loksins sest ég niður og bæjarstjóri tekur við. Gjörðu svo vel, Matthildur, skýrsla bæjarstjóra. Takk fyrir, forseti og bæjarfulltrúar. Gott að hvíla lúum bein. Ég held að hérna fara yfir það sem á daga mína hefur drifið undanfarinn mánuð. En í kjölfar hinnar hefðbundnu fjármálaráðstefnu sem var haldin í byrjun október, það voru skipulaðar 5 málstofur næstu föstudagsmorgna á eftir. Þar voru hin ýmsu erindi flutt sem snúa að sveitarstjórnarmálum. Ég var með erindi á málstofu 15. október þar sem ég fór yfir stefnumörkun sveitarfélagsins Hornafjarðar í fjármálum og helstu áskoranir við fjárhagsáætlanagerð þetta hausti. Þar var einnig rætt hvernig formfesta megi markmið í fjármálum í sveitarstjórnum þannig að allir séu með sömu sýn. Fjármál sveitarfélagsins er stýrt af mikill ábyrgð eins og kom hér fyrir fram á fundinum. Skuldsetning er í jafnvægi og reksturinn skilar jákvæðri niðurstöðu og B-hlutafyrirtækin eru sjálfbær, en það var fjallað aðeins það á þessum málstofum. Slíkt er ekki sjálfgefið, enda hefur fjármálastjórn verið með ábyrgum hætti þrátt fyrir miklar áskoranir síðustu misseri. Það var kynnt greiningatól sem hjálpa sveitarfélögum við að spá fyrir rekstur næstu ára að gefnum ákveðnum forsendum. Hægt er að leika sér með forsendur og nota þær til þess að gefa hugmyndum hvernig reksturinn getur litið út eftir nokkur ár. Heilt yfir er rekstur sveitarfélaga að þyngjast töluvert á næstu árum og verður jafnvel ekki sjálfbær í fjölmörgum sveitarfélögum innan fárra ára. Það þarf að skoða vel í samstarfi meðal annars ríkið. Samband íslenskra sveitarfélaga er nú í reglubundnum samskiptum við ríkið fjármögnun þeirra verkefna sem sveitarfélögum eru falin ásamt því að huga að frekari tekjustofnum. Við fengum heimsókn frá Foss, stéttarfélagi í almannaþjónustu sem óskaði eftir fundi með stjórnendur sveitarfélagsins. Það var upplýsandi og gagnlegur fundur, rætt var kjaramál á breiðum grundvelli, styttingu vinnuviku og fleira. Stytting vinnuviku er sveitarfélögum mikil áskorun víða, það kom fram á þessum fundi okkar og við ræddum ýmsar leiðir til þess að vinna bættu skipulagi til þess að auðvelda aðlögun að styttri vinnuviku. Ársæti grunnskóla Hornafjarðar var loksins hægt að halda en í ár var sett upp leikritið Konungur ljónanna. Sýningin var alveg frábær, krakkarnir stóðu sig eins og hetjur og við eigum fullt af hæfileikaríkum krökkum hér í sveitarfélaginu. Hljómsveit á vegum tónskólans og kennara grunnskólans spilaði undir ásamt því að nemendur í tónskólanum spiluðu einnig undir á sviði í einstaka atriðum. Það var greinilega mikill áhugi hjá íbúum sveitarfélagsins en fullt var út í dyrum. Árshátíðin er alveg frábært tilefni til þess að færa kennslu í nýjan og fjölbreyttari búning og börnin finna sér ýmis hlutverk á undirbúningstímanum. Ég vil óska grunnskólanum og tónskólanum til hamingju með þessa frábæru sýningu. Vígsla hitaveitu. Hitaveitan var formlega tekin í notkun þann 18. október síðastliðinn. Stjórn RARIK og framkvæmdastjórn kom til Hornafjarðar og var bæjarstjórn boðið í skoðunarferðin í Hoffell til þess að skoða mannvirkið. Einnig var boðið í hátíðar málsverð þar sem verklokum var fagnað. Í máli forstjóra RARIK kom fram að hitaveitan væri stórt og farsælt verkefni sem hefði alla burði til þess að verða stórt framfaraskref fyrir byggðina á Hornafirði. Eins kom fram að árangur af borun vinnsluhola við Hoffell hafi verið betri en búist var við, en nú eru tiltækar 4 vinnsluholur fyrir hitaveituna. Að jafnaði dugar 1 hola fyrir hitaveituna en 2 við mesta álag. Kerfið getur því staðið undir umtalsverðri stækkun byggðar eða fjölgun notenda frá því sem nú er. Í máli ráðuneytisstjóra atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins Benedikts Árnasonar kom fram að vegna skorts á iðnaðarmönnum á Hornafirði myndi ráðuneyti veita viðbótar tíma til að geta nýtt sér hitaveituna og þurfi íbúar því ekki að vera farnir af niðurgreiðslum 9 mánuðum eftir að þeir tengjast hitaveitunni. RARIK hefur jafnframt framlengt til áramóta það tilboð sem íbúum var boðið til að tengjast hitaveitunni og nú er verðið það sama í þéttbýli og dreifbýli. Byggðaráðstefna, menntun án staðsetningar. Ég var beðin að vera fundastjóri á byggðaráðstefnu á vegum Byggðastofnunar sem fjallaði menntun en ráðstefnan var haldin í Vík í Mýrdal.
Við fórum nokkur héðan frá Höfn enda voru nokkur erindi flutt héðan eða frá okkar samfélagi. Fjallað var menntun og byggðamál í landfræðilega einangruðu sveitarfélagi á Hornafirði og þar fékk fjallanámið í FAS góða umfjöllun. Flutt var erindi stöðu og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun en þar var Nýheimar þekkingarsetur eitt af rannsóknarsetrónum. Sagt var frá samstarfi menntavísindasvið og sveitarfélagsins Hornafjarðar varðandi starfsþróun fyrir kennara og starfsfólk sem fram fór síðasta vetur. Jafnframt fengu fagblaðsmiðir góða umfjöllun sem Villi tók þátt í héðan frá vöruhúsinu. Ráðstefnan var mjög áhugaverð og mörgu erindi spennandi. Mikið var rætt stoðþjónustu í skólum og þjónustu við skóla á landsbyggðinni, fjallað fjarnám í háskólamenntun. Þar kom enn og einu sinni fram hversu aftarlega Háskóli Íslands stendur hvað varðar fjárnám í öðru námi en kennaranámi og þarna eru tækifæri til að gera mun betur á mörgum sviðum. Í kjölfar byggðaráðstefnu var haldið á ársfund Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi sem haldið var á Hellu. Fundurinn fyrir ári síðan var haldinn á netinu svo það var mikil ánægja með að hitta sveitarstjórnarmenn á Suðurlandi á ný. Dagskrá fundarins var að mestu hefðbundin aðalfundarstörf þar sem við fengum inn á milli kynningar á spennandi verkefnum sem unnið er að á Suðurlandi svo sem Sinfóníuhljómsveit Suðurlands, Sigurhæðir og fleira. Og svona af ýmsum málum og verkefnum. Ég satt fund með dómnefnd vegna framkvæmda við Leiðarhöfða í tengslum við styrk sem sveitarfélagið fékk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Þar er farin af stað vinna en von er á niðurstöðu í mars á næsta ári. Næsta skref dómnefndar er að auglýsa eftir hönnuðum sem munu taka þátt í samkeppninni. Reyndar fékk ég þær fregnir í gær að það búið að auglýsa eftir hönnum og nokkuð margir sem hafa sótt man ekki alveg hver tala var. 9 hönnuðar teymi hafa óskað eftir þáttöku. Þegar þátttakendur hafa verið valdir fá þeir tíma til þess að vinna hugmyndavinnu. Dómnefnd mun í kjölfarið fara yfir þær hugmyndir og velja þá hönnun sem þeim þykir áhugaverðust. Í dómnefndinni sitja arkitekt og landslagsarkitekt frá Arkitektafélagi Íslands, verkefnastjóri verkefnisins ásamt 3 bæjarfulltrúum sveitarfélagsins sem hér inni sitja. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Austurlands var haldinn á Höfn þessu sinni og fundir mættu 3 fulltrúar stjórnar en 2 stjórnarmenn sátu fundinn í fjarfundi. Ég fór með atkvæði sveitarfélagsins þar sem Gunnhildur Imsland sem situr í stjórn Haust fyrir hönd bæjarstjórnar komst ekki og einnig voru þar starfsmenn Haust. Barnaþing var haldið í 2 hlutum í síðustu viku en barnaþing er eitt af þeim verkefnum sem fellur undir verkefnið Barnvæn sveitarfélög. Fyrra þingi var haldið í Hafnaskóla þar sem yngri nemendum grunnskólans var boðin þátttaka og seinna þingið var haldið í Nýheimum þar sem eldri nemendur grunnskólans tóku þátt ásamt 2 yngstu árgöngum í FAS. Vel tókst til en þarna hafa börn tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast í samfélaginu og nú er unnið að því að taka saman gögnin og verða niðurstöður kynntar þegar þær liggja fyrir. Framkvæmdir við Hafnabrautina eru nú á lokametrum, Hellulögninni er lokið en á þó eftir að tyrfa við göngustíginn þar sem nú er bil þegar menn eru að velta því fyrir sér. Malbikar eru að klára í þessari viku, það sem eftir stóð þegar þau þurftu frá að hverfa í haust. Ég verð að segja að Hafnabrautin er mjög vel heppnuð framkvæmd og breytir útliti götunnar til muna. Gangstéttir eru einnig breiðari á kostnað akvegar sem gerir það að verkum að það hægist á umferð bifreiða sem er á hinu góða. Ég læt fylgja hér mynd af sólarupplás sem lýsir upp nýja Hafnabraut sem ég lét flakka á fésbókinni hjá mér til að minna okkur á það jákvæða sem við getum sendt út í samfélagið á hvatningu Ragnheiðar Rafnsdóttur. Og ég ætla að enda þennan pistil á að halda áfram jákvæðum fréttum en Sæmundur fór með þær hér rétt áðan en við fengum þær jákvæða fréttir í gær í þætti á RÚV þar sem tilkynnt var hverjir hlutu íslensku menntaverðlaunin. En vöruhúsið og starfi í Fab Lab smiðju Hornafjarðar hlaut í gær hvatningarverðlaun íslensku menntaverðlauna fyrir árið 2021. En vöruhúsið er nýsköpunarlist og verkgreinahús okkar Hornfirðinga og á sér sérstöðu á landsvísu. Eftir því hefur verið tekið sem færi vöruhúsinu þessi hvatningarverðlaun. Ég vil óska vöruhúsinu og Fab Lab smiðjunni til hamingju með þessa frábæru viðurkenningu og sveitarfélaginu öllu að sjálfsögðu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Matthildur. Og þá gerum við hlé á útsendingu og förum við fundargerð.